Þú klár? Ég setti sprittið við hliðina á púltinu ef menn eru mikið að snerta, kannski reyna að snerta ekki púltið. Spritta sig. Hvað er þá? Að við hliðin. Já, og svo fram. Já. Ok. Það var þetta auðmyndilegt hljóð. Byrjum aftur. Fundur er settur í bæjarstjórn Sveitarfélagsins Hornafjarðar þann 8. október 2020. Þetta er fundur númer 278. Mætt eru sá sem hér stendur Ásgrímur Ingólfsson, einnig Ásgerður Kristín Gylfadóttir, Björgvin Óskar Sigurjónsson, Kristján Sigurður Guðnason, Páll Róbert Matthíasson, Bryndís Hólmarsdóttir og Sigrún Sigurgeirsdóttir. Einnig bæjarstjórinn Matthildur Ásmundardóttir og starfsmaður fundarins er Bryndís Bjarnason. Fyrir fundunum liggja 21 mál, þar af 4 fundargerðir bæjarráðs, 1 fundargerð bæjarstjórnar til kynningar og síðan skýrsla bæjarstjóra. En okkur er ekki til setunar boðið, orðið er laust fundargerð bæjarráðs 959. Sigrún, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Mig langar að taka til máls undir 8. lið, þróun íbúafjölda í sveitarfélaginu. Þar kemur fram að í júní 2020 voru 137 íbúar í Öræfum með erlent ríkisfang, eða 25% af hópnum með erlent ríkisfang sem býr í okkar sveitarfélagi. Það eru talin upp þau verkefni sem voru unnin á sviði fjölmenningar árið 2019, en sveitarfélagið okkar er víðfemt og það er því nauðsynlegt að viðburðir dreifist svæðið. Til viðbótar við það sem nefnt var í fundargerðinni voru nokkrir viðburðir í Öræfum þar sem sérstök áhersla var lögð á að allir væru velkomnir. Þannig að þátttakan var bæði með gömlum íbúum eins og mér og fleirum og íbúum með erlent ríkisfang. Þar má nefna spilakvöld ungmennafélagsins, pubquiz Hótels Skaftafells, þar sem áhersla var lögð á að kynna Ísland og að kynna örnefni í Öræfum, skeiðarárhlaup sem að hvort tekja í senn víðavangshlaup og örlistahátíð með þátttöku listamanna frá Kanada, Frakklandi, Bretlandi, Reykjavík, Öræfum og Höfn í Hornafirði, árlega brennu og söngdagskrá þjóðgarðsins í Skaftafelli. Í því samhengi vil ég nefna að þegar ég hef stýrt söngdagskráni þar þá hef ég ávallt verið ánað með góða þátttöku gesta sem taka þátt í söngnum þrátt fyrir að geta ekki talað íslensku. Að lokum vil ég nefna talþjálfun ungmennafélagsins fyrir íbúa sem ekki tala íslensku, þar sem farið var yfir einfaldar og gagnlegar setningar sem allir þurfa að kunna. Þetta var nú einungis til upplýsingar. Takk fyrir. Þakka þér fyrir þetta, Sigrún. Orðið er laust fundargerð bæjarráðs 959. Fleiri sem vilja taka til máls? Það er ekki. Þeir sem henni þá samþykkir gjöru svo rétt upp hönd. Hún er samþykkt samhljóða. Annað mál á dagskrá er fundargerð bæjarráðs 960. Orðið er laust þessa fundargerð. Hver sem vilja taka til máls til þessum lið? Páll Róbert, gjörðu svo vel. Forseti og ágætu bæjarfulltrúar. Það var nú margt undir þessu bæjarráðsfundi 960 sem að hægt var að tala en mér langaði að minnast á hérna á þessu fundi þá var samþykkt að lengja opnunartíma í íþróttahúsinu sem að gefur fleirum tækifæri til þess að stunda íþróttir af því að nú hefur íþróttahúsið verið frekar umsetið og maður vonast náttúrulega til þess að sjá betri nýtingu á því þá núna með lengri opnunartíma. Undir þessu fundargerð var líka erindi, það var mál frá sýslumanni á Selfossi eða Suðurlandi sem að
sem hafði skrifað bréf til ráðherra, tveggja ráðherra að fjölga störfum hérna hjá sýslumannsembættinu og nú veit ég ekki hvort það einhverjar nýjar fréttir af því en það allavega mjög mikils virði fyrir okkur að fá störf frá ríkinu hérna út á land, sérstaklega í ljósi þess að þetta nú í sáttmála ríkisstjórnarinnar að fjölga störfum á landsbyggðinni og sérstaklega að fá störf sem eru svona kannski krefjast meiri menntunar og hérna þannig að við getum fengið meira fólki hingað tilbaka sem hérna fengið þá störfið sitt hæfi og ég bind vonir að við fáum þetta í gegn en við þurfum kannski að sameinast að ýta á þetta og vona að það gangi í gegn. Síðan var hérna pólskukennsla í 1. til 4. bekk sem var tekin upp aftur eftir að hafa lagst af og því ber að fagna þar sem hérna er mjög gott mál að krakkar af erlendu bergi brotin fá að læra sitt heima eða sitt heimamál má segja og það er hann Bartek hérna byggingafulltrúi sem sér þetta. Þetta er mjög jákvætt verkefni af því að þetta svona eflir samkenndina hjá íbúum og hérna ég held að það sé mjög mismunandi hversu duglegir nýbúar eru að læra íslensku og þarna geta börnin vissulega komið inn í það dæmi og hjálpa til þegar þau eru búin að læra sitt eða sína, hvað segir maður, læra pólsku í þessu tilfelli allavega en þegar maður hugsar það að útlendingar eru kannski ekkert alltaf duglegir við að læra íslenskuna þá getur maður snúið því við og hérna við erum heldur ekkert voðalega duglegir að læra málið þeirra en ég reyndar get sagt frá því hér að ég kann 1 orð í pólsku og ég ætla ekki að fara með það hér á þessum vettvangi en þetta er allavega mjög jákvætt verkefni. En það sem ég langar kannski aðalega að tala núna og brennur eiginlega mest á mér er staða á rekstri hjúkrunarheimilisins hérna á Hornafirði. Nú er sú staða komin upp að eftir að heilbrigðisráðherra ákvað að HSU á Selfossi myndi yfirtaka heilsugæsluna hérna á Hornafirði þrátt fyrir ítrekaðar beiðnir okkar annað að fá að reka þetta áfram að þá kemur það upp að á sama tíma og þau taka yfir heilsugæsluna og má segja þá bita sem að eitthvað gefa af sér að þá sitjum við eftir með hjúkrunarheimilið nýbúin að gera nýjan samning við Sjúkratryggingar vegna byggingu nýs hjúkrunarheimilis og hérna höfum enga leið út úr því fyrir á næsta ári og við erum að lenda í sömu stöðu eins og mjög mörg önnur sveitarfélög þar sem að rekstur hjúkrunarheimilina hefur verið í stórum mínus og það stefnir og er komið þannig fyrir okkur í dag að það lítur út fyrir að við verðum í stórum mínus eftir þetta ár og þetta er náttúrulega eitthvað sem að ríkið verður að bæta okkur. Það getur ekki verið eðlilegt að öll sveitarfélög sem að reka hjúkrunarheimili út á landi eða reyndar á höfuðborgarsvæðinu líka séu að borga milljónatugi eða jafnvel milljónahundruði með þessum rekstri. Og ég veit að ráðuneytið ætlar að fara í einhverja endurskoðun á þessu núna mjög fljótlega og ég held að við þurfum líka að sameinast það að ýta á þetta mál því að það getur ekki verið það er ekki boðlegt að láta íbúa sveitarfélagsins borga það sem að ríkið á að borga annað var það nú ekki. Þakka þér fyrir þetta Páll Róbert. Orðið er laust 960
Matthildur getur kannski eitthvað frætt okkur sýslumannsinn og stöðugildi þar, eða hvað, Mata? Varst þú líka búin, Ásgerður? Svo léttræg, ja. Gjörðu svo vel, Ásgerður. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Páll Róbert komst vel á orðið þegar hann sagði að það voru mörg mál hér í þessari fundargerð sem hægt væri að ræða og hvert væri að vekja athygli á. Og ég ætla að taka eitt hérna sem hann kom ekki inn á, það er númer 10. Það er framlög til verkefna á sviði almenningssamgangna. Sveitarfélagið sótti styrk til Byggðastofnunar vegna frístundaaksturs og almenningssamgangna og við fengum það styrk að upphæð 3,2 milljónir króna til þess að skoða hvort það hægt sé að nýta frístundaaksturinn til almenningssamgangna. Og það er verið að skoða hérna hvernig hægt er að samnýta það og það verður mjög spennandi að hvort það sé hægt að nýta það fyrir dreifbýlið að nýta frístundaaksturinn eitthvað með, þannig að bæði bíllinn nýtist betur og fleiri njóta. Þannig að mér langar nú en það er ekki búið að útfæra þetta, þetta er bara í vinnslu og ef að vel til tekst þá er aldrei að vita hvernig, hvort að þetta geti orðið að bara framtíðar verkefni vonandi. Þakka þér fyrir þetta, Ásgerður. Matthildur, gjörðu svo vel. Forseti og bæjarfulltrúar, varðandi málefni erindi sem að ég sendi varðandi sýslumannsembætti, þá hef ég ekki fengið frekara viðbrögð, en Ásgerður kom jafnframt inn á þetta á ríkisstjórnarfundi núna í haust sem var haldinn á Hellu og fékk svo sem jákvæða viðbrögð og þetta er svona kannski fyrsta skipti sem að sýslumannsembætti hér leggur á það áherslu að fá fjölgun starfa sem er mjög af hennu góða því að frumkvæði hefur ekkert endilega alltaf verið þar fram til þessa en vonandi tekst okkur að fjölga störfum hjá sýslumannsembættinu líkt og hefur gerst víða annars þar á landinu. Mér langaði aðeins að koma inn á rekstur heilbrigðisstofnunar þó að fundagerðin heilbrigðisvelferðarnefndar sé reyndar ekki undir þessum fundi en ég ætla bara að fá aðeins að fara yfir stöðuna því að Páll Róbert kom inn á þetta mál. En rekstrarstaðan fyrstu 3 mánuði ársins hjá Skjólgarði var upp á tæpar 10 milljónir króna í hallarekstur. En þá var sveitarfélagið ennþá með samning rekstur heilsugæslu, sjúkrarýma og sjúkraflutninga. 1. apríl tók HSI yfir þann rekstur og hefur staðan farið hratt versnandi síðan. Og stofnunin rekin með 10 milljónir króna halla hver mánaðamót, eða þar að segja hallareksturinn vex rúmar 10 milljónir hver mánaðamót. Þannig að staðan nú er þannig að við erum að glíma við rúmlega 80 milljónir króna hallarekstur, það sem af er árs. Sveitarfélagið hefur í gegnum tíðina tekist að reka stofnunina nokkurn veginn án halla, en þegar heilbrigðisráðherra tók ákvörðun að flytja hluta af stofnuninni til HSU var óvissa með framhaldið. Samningaviðræður tóku langan tíma við stjórnendur HSU sem voru nýtekin við að hluta, það var kominn nýr forstjóri og fjármálastjóri til starfa hjá HSU og það sem hefur vegið þyngst í tekjum stofnunarinnar fram til þessa undanfarin ár hafi verið föst framlög fyrir sjúkrarými eða 9,1 milljón á mánuði eða 74.795 krónur eða tæplega 75.000 krónur á hvert rými per sólarhring. Ekki tókst að semja við HSU að halda eftir sjúkrarýmum hjá sveitarfélögum en það var reynt allverulega og það var svona stærsta samningsatriðið í þessum viðræðum. En það samdist greiðslur að upphæð rúmlega 4 milljónir á mánuði vegna mönnunar þessara sjúkrarýma. Mismunurinn er því töluverður, en greiðslur sem til samanburðar fyrir hvert hjúkrunarrými eru rúmlega 32.000 á sólarhring. Þannig að það munar hlutfallið er þannig að greiðslur fyrir hjúkrunarrými er einungis 43% af því sem er greitt fyrir sjúkrarrými. Og þessi breyting við yfirfærslu hluta starfseminnar hefur því haft verulega neikvæð áhrif á reksturinn sem heild.
Það þótti ljóst nokkuð snemma á árinu að reksturinn myndi verða erfiður, enda hallarekstur síðasta árs 37 milljónir króna. En fjárhagsáætlun var unnin fram á mitt ár 2020 og í mikilli óvissu vegna yfirfærslu hluta rekstursins til HSU. Og það má gagnrýna vinnubrögð fyrir gerð fjárhagsáætlunar og get ég tekið við þeirri gagnrýni að hluta. En fjárhagsáætlun breytir þó ekki því að reksturinn í mólum og sér í lagi eftir þær breytingar sem áttu sér stað 1. apríl. Það hefur þó verið lagst í ýmsar hagræðingaraðgerðir og það helsta sem hefur verið ráðist í eftirfarandi: lokun mötuneytis eftir klukkan 4 á daginn, og það var gert án þess að auka mönnun í ummönnun á kvöldin á deildinni á móti. Það hefur verið farið yfir mönnun vakta og þær lágmarkaðar eins og hægt er. Það hefur fækkað á vöktum hjúkrunarfræðinga, þar sem það er yfirleitt bara 1 hjúkrunarfræðingur á vakt, oft voru það 2 hér áður. Það voru að gera breytingar á öryggiskerfi á dvalarheimilinu og vöktun þess færði yfir á hjúkrunardeild í stað þess að selja út þá þjónustu. Það hefur hins vegar ekki verið ráðist í uppsagnir á starfsfólks en sett upp kerfi sem dregur úr þörf á aukamönnun vegna veikinda. Það er ekki kallað út á aukavakt nema öryggismörk leyfi. Það hefur verið farið yfir innkaup og hagrætt eftir fremsta megni. Það eru þættir í rekstrinu sem gengur erfiðlega að stjórna og þar má telja fram að nýting rýma til dæmis á dvalarheimilinu hefur rétt verið 70% fram þar sem af þessu árs og við það tapast tekjur. Nýir kjarasamningar tóku gildi á þessu ári og voru þar afturvirkar leiðréttingar sem lögðu áherslu á að hækka launalægstu hópa samfélagsins sem meðal annars starfa á hjúkrunarheimilum. Þessu hafa ekki fylgt hækkanir á daggjöldum hjúkrunarrýma. Hluti rekstursins færðist yfir til HSU og við það tapast tekjur vegna sjúkrarrýma. Þannig að rekstur stofnunarinnar þessar myndir hefur verið þungur. Hann hefur verið þungur árabil og þurft að horfa í hverja einustu krónu í rekstrinum ávallt. En það hefði verið hægt að taka ákvörðun að skerða þjónustu en það er einnig flókið sérstaklega á COVID-tímum þar sem lokað er fyrir heimsóknir aðstandenda að mestu leyti. Bæjarstjórn hefur ítrekað fjallað málið og allir eru meðvitaðir stöðuna og sem meðal annars leiti til þess að tekin var ákvörðun að segja upp samningnum rekstur hjúkrunarheimilis nú í júní eða við fyrsta tækifæri innan samningsrammans. En það liggur fyrir að önnur sveitarfélög glíma við sömu rekstrarerfiðleika og hafa nokkur þeirra sagt upp samningum. Nýjasta dæmið er Fjarðabyggð sem þó getur samrekið 2 heimili. Reksturinn er allt of þungur. Nú hefur SAS boðað til samráðsfundar fyrir sveitarfélög sem reka hjúkrunarheimili á Suðurlandi og mun hann verða í næstu viku og það er að frumkvæði míns og bæjarstjórans í Vestmannaeyjum sem sá fundur er haldinn. En við höfum unnið saman að því að finna leiðir út úr þessum rekstrarvanda sem gengur illa. En það er erfitt að fá sveitarfélög til að standa alveg þétt saman í þessu máli því að sum hver treysta sér ekki til að segja upp þessum samningum og þá er samningsstaðan ekki sterk. En við, Hornafjörður, Vestmannaeyjar og Fjarðabyggð núna ásamt Akureyri höfum tekið þessi ákvörðun og ég held að það sé ákveðin hvað segir maður, ákveðin grundvöllur fyrir einhverju frekara. En hverju það skilar vitum við ekki en ég mun vonandi fá fund innan fárra daga með sjúkratryggingum til þess að fara yfir þetta mál frekar. Takk fyrir. Þakka þér fyrir þetta, Matthildur. Orðið er laust 960. Páll Róbert, gjörðu svo vel. Forseti ágætu fulltrúar, já ég beðst nú afsökunar að það fari hérna fundarvill, þetta var 962 sem ég ætlaði að tala rekstrarstöðu Skjólgarðs, en það breytir ekki stöðunni, hún er grafalvarleg og ég vona að við náum samstöðu með fleiri sveitarfélögum í því að fá þetta leiðrétt. Ég glemdi hins vegar í bæjarráði 960 að fagna því að við erum búin að ráða nýjan lögfræðing til sveitarfélagsins sem er
innfæddur hátíðingur að ég best veit og ég bara fagna því og býða niður velkomna til starfa. Það var nú ekki annað. Takk fyrir þetta, Páll Róbert. Já, við tökum öll undir þetta. Ég ætla að misnota aðstöðu mína hérna aðeins og taka undir með Matthildi og Páli Róbert að það er náttúrulega alveg ótækt að sé að fara yfir 100 milljónir út í úr sveitarsjóð í hjúkrunarheimilið í lögboðið verkefni sem að ríkið á að reka. Þannig að ég held að við öll bæjarstjórn standi heilshugar á bak við það að segja upp þessum samning og reyna að endurskoða þetta. En hvað það? Það er ennþá orðið laust 960. Það er ekki þeir sem því samþykkjur gjöru svo vel rétt upp hönd. Það er samþykkt samhljóða. Þriðja mál á dagskrá er 961. Kristján Sigurður Guðnason, gjöru svo vel. Forseti fundarmenn, það er hérna fyrsti liður á dagskrá sem að þetta á svona helst undir. Atvinnu- og menningarmálanefnd, þó að það sé kannski ekki beint á dagskrá þar, þá ætla ég aðeins að fá að minnast hérna á eitt. Ég vona að forsetinn gefur mér leyfi til þess. Mig langar að óska Eddu-verðlaunahöfum til hamingju, ekki bara með 1 verðlaun heldur 6 Eddur og 11 tilnefningar, hvorki meira né minna. Hlynur Pálmason og þeir sem stóðu að gerð myndarinnar Hvítur dagur innilega til hamingju. Það er mikils virði fyrir samfélag eins og okkar að hafa einstaklinga sem eru tilbúnir að leggja hart að sér til að láta drauma sína rætast og leyfa okkur hinum að njóta. Það er ljóst að hver kvikmynd sem tekin er á Hornafirði hefur mikið auglýsingagildi fyrir samfélagið, skapar störf og veldisvöxt. Það er vonandi öllum orðið ljóst að Hlynur Pálmason er einstaklega hæfileikaríkur einstaklingur í því sem hann er að taka sér fyrir hendur og hæfileikaríkir einstaklingar draga að sér aðra hæfileikaríka einstaklinga. Við sem bæjarstjórnarfólk eigum að styðja við og aðstoða einstaklinga sem vilja og eru að reyna að efla samfélagið okkar. Allavega ekki að leggja stein í götu þeirra. Og enn og aftur innilega til hamingju. Þakka þér fyrir þetta, Kristján. Þetta var glæsilegt hjá þeim með Edduna, en orðið er laust 961. Einhverjir að taka til máls undir þeirri fundargerð. Það er ekki. Þeir sem eru henni þá samþykki gjöru svo rétt upp hönd. Hún er samþykkt samhljóða. Fjórða mál á dagskrá er fundargerð bæjarráðs 962. Er einhverjir sem vilja taka til máls undir þeirri fundargerð? Það gefur mér engin merki. Þeir sem eru henni þá samþykkir gjöru svo rétt upp hönd. Hún er samþykkt samhljóða. Fimmta mál á dagskrá er síðasta fundargerð bæjarstjórnar hér til kynningar. Er einhverjir sem vilja við orðum hana? Það er ekki. Þá förum við yfir í almenn mál og fyrsta mál eða sjötta mál þar er viðauki fjárhagsáætlun. Matthildur, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar. Ég ætla hér að gera grein fyrir viðauka 3 við fjárhagsáætlun. Helstu breytingar þar eru áhrif, eru lækkuð framlög úr jöfnunarsjóði. Þar af er lækkun vegna framlaga til málefna fatlaðs fólks 45,5 milljónir. Þess að heildarlækkun er 105 milljónir miðað við fjárhagsáætlun og sundurliðað er það þá vegna málefna fatlaðs fólks 45,5 milljón króna og vegna grunnskólaframlags 16,7 milljónir króna. En leiðréttingarnar byggja á einsendum upplýsingum frá fræðslusviði og félagsmálasviði sveitarfélagsins. Útgjaldajöfnunarframlag lækkar 27 milljónir vegna áhrifa COVID-19 á tekjur jöfnunarsjóðs, en í viðauka 2 var framlagið lækkað 39 milljónir króna og er því heildarlækkun frá upphaflegri áætlun samtals 66 milljónir króna af útgjaldajöfnunarframlaginu.
fasteignaskattsframlagi lækkar 16,8 milljónir vegna áhrifa COVID-19 og tekjujöfnunarsjóðs sömuleiðis. Breyting var gerð á framkvæmdaáætlun sem ekki hefur áhrif á sjóðstreymi og þar sem að ræða tilfærslu milli verkefna samanber yfirliti sem fylgir þessum lið. Það var lagt til að viðauka 3 verið mætt með hækkun á lántöku ársins 100 milljónir króna. Þakka þér fyrir þetta, Matthildur. Orðið er laust 7. dagskrárlið, viðaukar við fjárhagsáætlun. Það er enginn sem gefur mér merki. Þeir sem eru þá samþykkir þessum viðauka, gjöru svo rétt upp hönd. Það er samþykkt samhljóða. 7. mál á dagskrá er aðalskipulagsbreyting Svínhólar. Björgvin, gjöru svo vel. Forseti, góðir bæjarfulltrúar. Bæjarstjórn samþykkti aðalskipulagsbreytingu fyrir Svínhóla 11. júní 2020 og óskaði eftir staðfestingu skipulagsstofnunar. Stofnunin gerði athugasemdir við aðalskipulagsbreytinguna og þarf því að samþykkja hana að nýju. Umhverfis- og skipulagsnefnd samþykkti fyrirliggjandi breytingu á aðalskipulagi á fundi sínum þann 5. október síðastliðinn. Meginmarkmið með aðalskipulagsbreytingunni er að staðsetja nýtt verslunar- og þjónustusvæði og skógræktar- og landgræðslusvæði á Svínhólum. Heimilt verður að byggja upp ferðaþjónustu með gistingu eða hóteli sem hýst getur allt að 203 gesti. Áform eru einnig upp skógrækt á jörðinni í samræmi við samning við skógræktina nytjaskógrækt. Ég legg til að bæjarstjórn samþykki svör umhverfis- og skipulagsnefndar og geri þau að sínum og samþykki fyrirliggjandi breytingu á uppdrætti og greinargerð og vísi þeim í lögformlegt ferli. Takk fyrir. Orðið er laust aðalskipulagsbreyting Svínhólar. Hversu vilja tjá sig það mál? Það er ekki. Þeir sem er ennþá henni samþykki gjöru svo rétt upp hönd. Það er samþykkt samhljóða. 8. mál á dagskrá er deiliskipulag Svínhólar. Gjöru svo vel, Björgvin. Forseti, góðir fundarmenn. Bæjarstjórn samþykkti nýtt deiliskipulag fyrir Svínhóla 11. júní 2020 og óskaði eftir staðfestingu skipulagsstofnunar. Stofnunin gerði athugasemdir við deiliskipulagið og þarf því að samþykkja það að nýju. Umhverfis- og skipulagsnefnd samþykkti skipulagið á fundi sínum þann 5. október síðastliðinn. Markmið með gerð deiliskipulagsins er að staðsetja nýtt verslunar- og þjónustusvæði og skógræktar- og landgræðslusvæði á Svínhólum. Heimilt verður að byggja upp ferðaþjónustu með gistingu eða hóteli sem hýst getur allt að 203 gesti. Ég legg til að bæjarstjórn samþykki svör umhverfis- og skipulagsnefndar og geri þau að sínum og samþykki fyrirliggjandi breytingu á uppdrætti og greinargerð og vísi þeim í lögformlegt ferli. Takk fyrir. Orðið er laust deiliskipulagsbreytingu Svínhólar, 8. mál á dagskrá. Matthildur, gjörðu svo vel. Já, forseti og getur bæjarfulltrúar. Mér langar bara aðeins að koma upp til þess að fagna því að þessu máli fer nú bráðum að ljúka. Þessi skipulagsvinna hefur tekið þessi langan tíma og mjög stórt verkefni að ræða sem er gríðarlega mikilvægt og ekki síst á þessum tímum. Ég hef aðeins verið í samskiptum við landeigendur og þau virðast allavega ætla sér að fara af stað með þessa framkvæmd og vilja meina að það sé allavega búið að tryggja fjármagn í þessu uppbyggingu, þannig að við skulum vona að þessi áform standist og hægt er að hefast handa von bráðar. Þannig að ég vil bara aðeins fagna því. Takka þér fyrir þetta, Matthildur. Þetta er spennandi. Orðið er laust 8. mál á dagskrá, deiliskipulag Svínhólar. Þeir sem eru þá samþykki gjöru svo rétt upp hönd.
Það er samþykkt samhljóða. 9. mál á dagskrá er óveruleg breyting á aðalskipulagi flugvöllur í Skaftafelli. Gjörðu svo vel, Björgvin. Forseti, góðir bæjarfulltrúar. Bæjarstjórn samþykkti óverulega breytingu á aðalskipulagi á fundi sínum þann 11. apríl 2018. Málið hlaut ekki framgang vegna almannavarna sjónarmiða á meðan beðið var eftir niðurstöðu hættumats vegna berghlaups í Svínavatnsjökli. Lagt er til að fallið verði frá að breytingin verði óveruleg. Veruleg breyting snýst að nýtt svæði fyrir verslunar og þjónustu við flugvöllin í Skaftafelli. Umsögn málið hefur borist frá Veðurstofu Íslands sem í ljósi bráðabirgða niðurstaðna telur að hægt sé að byggja upp þjónustu á svæðinu með ákveðnum skilmálum. Ég legg til að bæjarstjórn samþykki breytingu á aðalskipulagi við flugvöll í Skaftafelli og vísi henni í lögformlegt ferli. Þakka þér fyrir þetta, Björgvin. Þetta er 9. mál á dagskrá. Þetta gengur út á það að við ætlum að snúa óverulegu yfir í verulega breytingu til að fá fleiri umsagnar aðila að málinu. En orðið er laust þennan lið. Þeir sem þessu eru þá samþykki, gjöru svo réttarband. Það er samþykkt samhljóða. 10. mál á dagskrá er ósk deiliskipulagsbreytingu flugvöllur í landi Skaftafells Freysnes. Gjörðu svo vel, Björgvin. Forseti, góðir fundarmenn. Umhverfis- og skipulagsnefnd lagði til á fundi sínum þann 5. október að bæjarstjórn heimili að unnin verði breyting á deiliskipulagi fyrir flugvöll í landi Skaftafells Freysnes. Breytingin snýr að því að heimila byggingu veitinga og bensínsöluskála við flugvöllin. Skipulagsbreytingin var áður tekin fyrir í febrúar 2018 en vinna við hana stöðvuð þegar ljós kom að svæði væri í hættu vegna berghlaups úr Svínavatnsjökli. Borist hefur umsögn Veðurstofu Íslands tillöguna með tilliti til bráðabirgða niðurstöðu áhættumats. Ég legg til að bæjarstjórn samþykki að heimila að hefja vinnu við breytingu á deiliskipulagi við flugvöll í Skaftafelli. Takk fyrir. Þakka þér fyrir þetta, Björgvin. Hér er verið að heimila að hefja vinnu, taka upp vinnu sem hafin var við deiliskipulagi við flugvöll í Skaftafelli. Orðið er laust þetta mál. Já, samhliða aðalskipulagsbreytingum. Þeir sem þessu eru samþykki, gjöru svo réttarband. Það er samþykkt samhliða. 11. mál á dagskrá er deiliskipulagsbreyting skemma í Skaftafelli. Björgvin, gjöru svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Fyrirhugað er að reisa 200 fermetra geymslu eða skemmu í Skaftafelli, norðan við gestastofuna. Hæð útveggja er 3 metrar og þakform er hefðbundið risþak. Fyrirhugað er að skemman verði úr íleiningum með steyptri plötu og sökkli. Umhverfis- og skipulagsnefnd leggur til óverulega breytingu á deiliskipulagi í Skaftafelli. Tillagan felur í sig óverulega breytingu á notkun, nýtingarhlutfalli, útliti og formi svæðisins. Breytingin hefur engin áhrif á hagsmuni í grennd og því ekki þörf á grenndarkynningu samkvæmt 44. grein skipulagslaga. Svæðisráð Suðursvæðis fjallaði málið á fundi sínum þann 20. ágúst 2020 og þar kemur fram að framkvæmdin er liður í úrbótum á innviðum í Skaftafelli. Ég legg til að bæjarstjórn samþykki óverulega breytingu á deiliskipulagi og vísi því í lögformlegt ferli. Takk fyrir. Orðið er laust 11. mál á dagskrá deiliskipulagsbreyting skemma í Skaftafelli. Sigrún, gjörðu svo vel.
Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég vil nota þetta tækifæri til að lýsa yfir ánægju minni með þau skref sem verið að stíga til að efla innviði í Skaftafelli. Það verður mikill munur að fá skemmu sem getur hýst varaafl fyrir rafmagn. Í Skaftafelli neysluvatni dælt upp og hingað til hefur því orðið vatnslaust í hvert skipti sem rafmagni fer með tilheyrandi óþægindum fyrir íbúa, gesti og starfsfólk. Eins og þið vitið hefur Skaftafell verið þjóðgarður í meira en 50 ár og þangað sækja ferðamenn frá öllum heimshornum nema kannski þessa síðustu mánuði þegar ferðalög liggja að mestu niðri. Þegar hjólin í ferðaþjónustunni fara aftur af stað á fullum þunga mun verða mikil samkeppni milli landa að ná gestum til sín. Við erum svo lánsöm að hafa 2 gríðarlega sterka segla innan okkar sveitafélags sem eru Skaftafell og Jökulsárlón. Skólasamfélagið okkar hefur staðið sig vel í að kynna þá. Báðir grunnskólar sveitafélagsins koma árlega eða oftar með nemendur í Skaftafell. Það uppbygging til frambúðar, til framtíðar. Og auðvitað geta allir komið á eigin vegum í Skaftafell og margir nýta sér það. En sveitafélagið okkar í vexti. Sem betur fyrir hafa komið hingað nýbúar frá öðrum landshornum og heimshornum á síðustu árum. Ég velti fyrir mig hvort við getum sem samfélag hjálpa ferðaþjónustunni að ná sér á strik með því að kynna áfangastaði hvert fyrir öðru. Sett á dagskrá í samvinnu við Vatnajökulsþjóðgarð, 1 dag á hverju hausti þar sem íbúum sveitafélagsins boðið sérstaklega í Skaftafell. Fá þar móttöku og kynningu á svæðinu og geta svo farið í gönguferðir. Sami háttur væri þá hafður varðandi í Jökulsárlón, þar væri boðið í heimsókn 1 dag ársins. Eftir móttöku og kynningu á svæðinu gæti allir rölt eða farið í siglingu. Þessa 2 staði mætti gjarnan kynna árlega og mögulega bæta við 1 eða 2 áfangastöðum sem gæti verið breytilegir milli ára. Ég hef trú á því að viðburðir á borð við þessa séu til þess fallnir að efla tengsl og samkennd milli íbúa í sveitafélaginu. Takk fyrir. Þakka þér fyrir þetta, Sigrún. Orðið laust deiliskipulagsbreyting skemma í Skaftafelli, 11. mál. Þeir sem eru þessu þá samþykkir gjöra svo réttarbönd. Það samþykkt samhljóða. 12. mál á dagskrá byggingarleyfis umsókn Víkurbraut 2 viðbygging. Umsókn Funnaborgar EHF leyfi fyrir stækkun og þegar samþykktir viðbyggingu af Víkurbraut 2 ekki til á skipulagi af svæðinu. Ég legg til að bæjarstjórn samþykki að falla frá grenndarkynningu þar sem samþykki meðeigenda af húsinu liggur fyrir og viðbygging á bakhljóð og hefur ekki áhrif á hagsmuni annarra. Orðið laust þetta mál, 12. mál á dagskrá, byggingarleyfis umsókn Víkurbraut 2. Það enginn sem gefur merki þeir sem vil því þá samþykki gjöra svo réttarbönd. Það samþykkt. 13. mál á dagskrá deiliskipulag miðsvæði Hafnar. Kynning á lýsingu fyrir deiliskipulag miðsvæði Hafnar lokið. Umsagnir, athugasemdir bárust frá Minjastofnun Íslands og Vegagerð, Skipulagsstofnun, Fimleikadeild Sindra og Kristínu Hermannsdóttur. Þetta mál lagt hér fram til kynningar og umræðun. Eitthvað sem vil tjá sig þetta mál? Sigrún, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Það ánægjulegt að sjá unnið að uppbyggingu á miðsvæði Hafnar, íþróttaaðstöðu, lagfæringu á skólalóð og útivistarsvæðum fyrir almenning. Ég held að við getum öll verið sammála að það engin ávinningur fyrir grunnskólan né heldur fyrir útivistarsvæði að hafa umferð flutningabíla við hliðina. Orð eru til alls fyrst en þegar kemur að framkvæmdum þá þarf skipulagsvinnan að vera fyrst. Mig langar því að spyrja í tengslum við uppbygginguna á miðsvæði Hafnar. Skipulagsvinna hafin við að færa aðal umferð þungaflutninga frá miðbæ Hafnar? Og ef svo ekki langar mig bara óska eftir að svo vinna hefjist. Takk.
Þakka fyrir þetta, Sigrún. Ég veit að það var samtala milli bæjarstjóra og skipulagsstjóra við Vegagerðina um þetta mál. Matthildur, þú kannski svara þessu? Já, forseti og bæjarfulltrúar, takk fyrir þetta, Sigrún. Já, við áttum fund með Vegagerðinni vegna akkurat þessa skipulagsvinnu og það liggur auðvitað fyrir að Vegagerðin með hús þarna á svæði sem ræðir og jafnframt ræddu við vegamálin og það var niðurstaða fundarins að sveitarfélagið þarf að óska eftir því að þjóðvegur í þéttbýli verði færður. Hann jú á aðalskipulagi og það hefur svo sem ekki verið tekin ákvörðun endilega að færa hann þar, ný veglína þar að segja, nema ég sé að fara með rangt mál. Og þannig að næsta skref og það í undirbúningi hjá okkur Brynju að óska eftir því að Vegagerðin fara að huga því að flytja annan veg til. Já, það var Brynju allt. Þakka þér fyrir þetta, Matthildur. Kannski aðeins þá að misnota aðstöðu mín og svara hér aðeins í sambandi við þetta. Þjóðvegur í þéttbýli í aðalskipulagi 2013-2030 staddur austan við Leirursvæðið, eins og við vitum kannski öll og kemur upp hjá N1 eða þar. Það hafa verið skiptar skoðanir hvort við eigum að teygja lengra og menn hafa velti fyrir sér hvað við eigum að fara langt. Viltustu hugmyndir eru jafnvel að fara yfir Ægisíðuna og þar alla leið, en þetta hefur ekki verið klárað og þess vegna kannski er það ekki komið lengra. En þetta alveg rétt hjá Sigrún og þetta þarf að fara klárað. En orðið þá laust 13. mál en þá deiliskipulag miðsvæði Hafnar. Gjörðu svo vel. Páll Róbert, fyrirgefðu. Forseti og getið fundamenn. Já, ég er svo sem viðrað það áður að mér finnst að við þurfum að færa eða gera breytingu á aðalskipulaginu með þjóðvegi í þéttbýli. Mér finnst eiginlega svona blasa við að ef við ætlum að gera íbúðasvæði austan við Hafnarbrautina í framtíðinni að þá eigum við ekki að vera með þungaflutningana eftir Hafnarbraut, heldur ættum við að færa okkur ekki koma upp hjá Tjaldstæðinu, heldur ættum við að færa okkur þarna niður í Sílavíkina sem að mér skilst á skipulagsstjóra sé ekki friðuð. Þar vísu fuglalíf en þetta svo sem allt á leiðinni upp úr og spurning hvernig þetta verður eftir 10-20 ár þegar við fáum breytingu á þjóðvegi í þéttbýli ef að hlutinni ganga eins og þeir hafa gengið. En ég er allavega mjög hlynntur því að við færum veginn niður fyrir íbúðabyggðina sem að kemur þá væntanlega á Hafnarbraut í framtíðinni nema menn taki ykkur önnur svæði á undan. En það er nú svo sem önnur pólitík. Takk. Þakka þér fyrir þetta, Páll Róbert. Orðið laust 13. mál á dagskrá. Deiliskipulag miðsvæði Hafnar. Þetta svo sem bara lagt hér til kynningar, ekki afgreiðslu. 14. mál á dagskrá þá deiliskipulag Háholt-Dilknes. Björgvin, gjörðu svo vel. Forseti, góðir bæjarfulltrúar. Umsagnir hafa borist frá Minjastofnun og Skipulagsstofnun. Gerð hefur verið húsakönnun á svæðinu eins og bent var á þegar á kynningarferli stóð. Umhverfis- og skipulagsnefnd leggur til að deiliskipulagið verði samþykkt með þeim breytingum sem lagðar eru til í umsögn Skipulagsstofnunar. Ég legg til að bæjarstjórn samþykki deiliskipulagið með þeim breytingum sem lagðar eru til í umsögn Skipulagsstofnunar. Takk fyrir. Orðið laust 14. mál á dagskrá deiliskipulag Háholt-Dilknes.
Það er engin sem tjá sig um það. Þeir sem eru því þá samþykki gjöra svolítið rétt upp hönd. Það er samþykkt samhljóða. 15. mál á dagskrá er Staðarfellsfjall. Óskum undanþágu vegna fjarlægðar frá lóðamörkum. Matthildur, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar. Við erum að erindi sem kemur frá umhverfis- og auðlindaráðuneytinu þar sem er óskað eftir umsögn sveitarfélagsins beiðni undanþágu frá skipulagsreglugerð nr. 90/2013 er varðar fjarlægð frístundahúss frá lóðamörkum á lóð 11 í Staðarfellsfjöllum. Er að ræða mál sem hefur verið á borði sveitarfélagsins frá árinu 2006 og hefur tvisvar verið vísað til úrskurðarnefnd umhverfis- og auðlindamála en umrætt hús sem sótt er undanþágu fyrir var líklega reist á lóðina árið 2006 en ekki var sótt byggingarleyfi fyrir því á sínum tíma. Hins vegar var veitt tímabundið stöðuleyfi fyrir gám á þeim stað sem húsið stendur á og áður hefur bæjarstjórn fjallað breytingu á deiliskipulagi þar sem gert yrði ráð fyrir húsinu á þeim stað þar sem það hefur verið reist og var þeirri umsókn hafnað. Staðan nú er sú að byggingafulltrúi sveitarfélagsins tók ákvörðun í júlí 2018 að ólöglegt mannvirki á lóð 11 í Staðarfellsfjöllum skyldi fjarlægt eða flutt inn á byggingarrit. Og byggingafulltrúi hefur unnið að því síðan að koma því í framkvæmd en það hefur ekki raungerst ennþá. Mér langar að leggja hér fram bókun sem er til umræðu þá hér sem hljóðar svona. Afstaða bæjarstjórnar í málinu byggist á því að aðliggjandi lóðar hafa lagst gegn breytingunni og telja staðsetningu hússins ganga gegn sínum hagsmunum. Sveitarfélagið hefur ekki talið sér stætt á því að ganga gegn hagsmunum lóðarhafa á lóð 10 með því að leyfa staðsetningu hússins á lóð 11. Það er ennfremur afstaða sveitarfélagsins sem hefur ítrekað komið fram að náist samkomulag óbreytta staðsetningu hússins milli lóðarhafa á lóð 11 og lóð 10 séu það breyttar forsendur og sveitarfélagið gerir ekki athugasemd við að undanþága sé veitt. Bæjarstjórn hefur vísað til þess að tilgangur fjarlægðarreglu í grein 532/2012 í skipulagsreglugerð sé að tryggja lágmarksfjarlægð milli frístundahúsa og dreifingu frístundabyggðar og skapa með því þá friðsæld sem sóst er eftir í slíkri byggð. Það er mat bæjarstjórnar að náist samkomulag lóðarhafa geti fjarlægð milli frístundahúsa samt sem áður verið tryggð enda sé byggingarreiti fyrir hús á lóð nr. 10 í 20 metra fjarlægð frá lóðamörkum. Þakka þér fyrir þetta, Matthildur. Orðið er laust bæði þetta mál og þessa bókun. Er einhverjir sem vilja tjá sig það? Þeir sem eru þá því samþykkir að þessi bókun verði bókun bæjarstjórnar og send á umhverfis- og auðlindaráðuneytið gjörðu svo rétt upp hönd. Það er samþykkt samhljóða. 16. mál á dagskrá er framkvæmdarleyfi stækkun og dreifikerfi hitaveitu. Engar athugasemdir bárust vegna auglýsingar grenndarkynningu vegna framkvæmdarleyfisins. Fyrirhugað er að framkvæmdum ljúki september 2021. Lagnaleið í þéttbýli er í grónum götum þar sem gangstéttir eru steyptar og götunum malbikaðar. Þar sem er að ræða svæði þar sem umferð og starfsemi er í gangi ber verktaka að haga allri vinnu þannig að umferð gangi sem best fyrir sig á svæðinu og aðkoma að heimilum haldist ávallt opin. Ég legg til að bæjarstjórn samþykki framkvæmdarleyfi fyrir stækkun og dreifikerfi fyrir hitaveitu. Orðið er laust 16. mál á dagskrá framkvæmdarleyfi stækkun og dreifikerfi hitaveitu. Einhverjir sem vilja tjá sig það mál? Það er ekki. Og þeir sem eru því samþykkir að veita framkvæmdarleyfi gjöru svo vel rétt upp hönd. Það er samþykkt samhljóða. Sautjánda mál á dagskrá á landskipti bær 3 Brekka, Karlsbrekka og Karlstangahraun. Óskað er eftir samþykki sveitarfélagsins vegna landskipta á jörðinni bær 3 Brekka lóni.
Jörðinni verði skipt í Karlsbrekku og Karlsbrekkuhraun. Ég legg til að bæjarstjórn samþykki landskipti með vísan í 13. grein jarðalaga og vísan í 48. grein skipulagslaga. Orðið er laust þetta mál. Karlstangahraun. Ok. Er eitthvað sem vilja tjá sig meira þetta heldur en Páll? Þeir sem þessu samþykki gjöru svo réttu hönd. Það samþykkt samhljóða. 18. mál á dagskrá landskipti Karlsbrekka. Óskað eftir samþykki sveitarfélagsins vegna landskipta á jörðinni Karlsbrekku. Karlsbrekku 2 verði skipt út úr jörðinni úr upprunalega landinu Karlsbrekku. Ég legg til að bæjarstjórn samþykki landskipti með vísan í 13. grein jarðalaga og vísan í 48. grein skipulagslaga. Orðið er laust þetta 18. dagskrálið bæjarstjórnar. Þeir sem þessar samþykkir gjöru svo réttu hönd. Það er samþykkt samhljóða. 19. mál að dagskrá umsókn lóð. Umsókn Berglindar Óskar Borgþórsdóttur lóð að Hagaleiru 7. Bæjarráð er jákvætt fyrir lóðúthlutuninni. Ég legg til að bæjarstjórn samþykki lóðúthlutunina. Er eitthvað sem vil tjá sig þetta mál? Þeir sem því þá samþykki gjöru svo réttu hönd. Það er samþykkt samhljóða. 20. mál á dagskrá umsókn lóð Hagaleira 11. Umsókn Önnu Regínu Heiðarsdóttur lóð að Hagaleiru 11. Bæjarráð er jákvætt fyrir lóðúthlutuninni. Ég legg til að bæjarstjórn samþykki úthlutunina, en orðið er laust þetta mál. Þeir sem því þá samþykki gjöru svo réttu hönd. Það er samþykkt samhljóða. 21. mál á dagskrá skýrsla bæjarstjóra. Gjöru svo vel, Matthildur. Takk fyrir, forseti og bæjarfulltrúar. Skýrsla mín hefst á sömu nótum nú og fyrir mánuði síðan eða á COVID-fréttum. Þessi veira ætlar að leika landan grátt og í raun heiminn allan. Þriðja bylgja skall á Hornafjörð eins og aðra landsmenn, en nú eru 5 einstaklingar í einangrun en aðeins 1 í sóttkví samkvæmt nýjustu upplýsingum. Loka þurfti grunnskóla Hornafjarðar í 2 daga, nú fyrir stutta og meðan smitrakning fór fram, en einn þeirra smituð er kennari í skólanum. Stjórnendur, almannavarnir og sóttvarnalæknir á staðnum unnu sem ein heild á úrlausn mála í skólanum og hjálpuðu þar til leiðbeiningar og eyðublöð frá almannavarnum. Það var einlega vilja allra til að hefta útbreiðslu með hröðum og markvissum viðbrögðum. 70 einstaklingar þurftu að fara í sóttkví bæði kennarar og nemendur, en sem betur fer greindist enginn af þeim jákvæður. Má því segja að aðgerðirnar hafi skilað árangri, ásamt því einstaklingsbundnar sóttvarnir virðast einnig hafa haft jákvæð áhrif. Nú hefur smitum fjölgað hratt á undanförnum dögum og langmest á höfuðborgarsvæðinu. Hefur það leitt til harðari sóttvarnaraðgerða og sértækari aðgerða á höfuðborgarsvæðinu. Vil ég því nota tækifæri hér og hvetja íbúa til að fresta ferðum sínum til höfuðborgarinnar ef mögulegt er og halda sig á okkar landsvæði. Árangur sóttvarnaraðgerða næst eingöngu með samhentum aðgerðum allra íbúa í landinu. Hugum að þessum atriðum og jafnframt að einstaklingsbundnum sóttvörnum. Við fengum hér heimsókn samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra fyrir skömmu, en Sigurður Ingi Jóhannsson ásamt Silju Dögg Gunnarsdóttur alþingismanni komið til Hornafjarðar. Sigurður Ingi var með opinn fund á Hótel Höfn ásamt því að funda með bæjarstjórn og einnig forsvarsmönnum ferðaþjónustunnar á Hornafirði. Ég satt fundina með bæjarstjórn og ferðaþjónustaðarum í gegnum fjarfund þar sem ég þurfti að viðhafa sérstaka smitgátt. Góðar umræður sköpuðust og kom fram að Vegagerðin mun líklega bjóða út veginn yfir Hornafjarðarfljót næsta vor eða 2021. Rætt var gangnagerð í gegnum Lónsheiði, en ráðherra hefur skipað nefnd sem mun fara í rannsóknir og forgangsraða gangnagerð á öllu landinu. Ríkið mun ekki draga úr framkvæmdum þrátt fyrir ástandið, frekar setja meira frá fjármagni í uppbyggingu innviða. Ráðherra var spurður út í aflagningu kopalínu vegna símtenginga í dreifbýli, en ríkið hefur samið við Neyðarlínuna að tryggja fjarskipti þar sem gloppur í sambandinu, þannig að hægt sé að tryggja öryggi. Einnig var rætt öryggismál tengt viðbragðsaðilum, en flugvallamál hafa verið til umræðu í bæjarstjórn. Það kom fram í máli ráðherra að það er nefnd að störfum sem er að greina stöðu smærri flugvalla land allt
og möguleika á að byggja þá frekar upp þannig að sjúkravélar geti lent á þeim. Þar á meðal eru flugvellir á Suðurlandi frá Hornafjarðarflugvelli að Bakka en á því svæði hefur ekki verið hægt að lenda. Jöfnunarsjóður eru á ábyrgð ráðherra en nú á þessu ári er sveitarfélagið að verða af rúmlega 100 milljóna króna tekjum úr sjóðnum en framlög úr honum skerðast 4 milljarða í heild á þessu ári vegna tenginga við heildartekjur ríkissjóðs. Skrifað hefur verið undir samkomulag við Samband íslenskra sveitarfélaga viðbrögð við skerðingum þar sem markmið er að tryggja fjárframlag vegna málefna fatlaðs fólks og jafnframt eru horft til sértækra aðgerða til sveitarfélaga sem ekki hafa svigrúm til lántöku til að bregðast við ástandinu. Fulltrúar ferðaþjónustunnar á Hornafirði þau Hólmfríður Þrúmansdóttir, formaður Ríki Vatnajökuls, Haukur Ingi Einarsson, formaður FASK og Árdís Halldórsdóttir, atvinnu- og ferðamálafulltrúi, kom einnig á fund ráðherra og fóru yfir stöðuna hér í sveitarfélaginu. Sögðu þau meðal annars frá fyrirhuguðum fundum og ráðstefnum sem ferðaþjónustan er með í undirbúningi en þar mun safnast efni og hugmyndir sem geta sannarlega nýst sveitarfélagi og ríki í framhaldinu. Fjárhagsáætlanavinnan er nú hafin á fullum krafti. Fjármálaráðstefna sveitarfélagi sem haldin er í byrjun október ár hvert markar jafnan upphafið. Nú er fyrirkomulag ráðstefnunnar rafrænt, það er erindi voru fram yfir neti í síðustu viku og mun verða framhalda á næstu föstudaga í október. Á fimmtudag og föstudag í síðustu viku voru áhugaverð erindi þar á dagskrá þar sem meðal annars var spáð í framtíðina og þær áskoranir sem sveitarfélag standi nú frammi fyrir. Það má segja að lykilorðið í fjárhagsáætlanagerð þetta haustið er óvissa. Það veit enginn hverju á að spá og veltur það alltaf því hvernig kórónuveiran kemur til með að haga sér og hvenær bóluefni kemur á markað. Samband íslenskra sveitarfélaga reiknar með 950.000 ferðamönnum á næsta ári í sínum áætlunum en fjöldinn í ár er komin í 500.000 ferðamenn hingað til lands. Í sveitarfélaginu Hornafirði hefur umfang ferðaþjónustunnar farið vaxandi undanfarin ár og sömuleiðis hlutdeild atvinnugreinarinnar í tekjum sveitarfélagsins. Það liggur fyrir að sveitarfélagið mun verða fyrir mikilli tekjuskerðingu á næsta ári, bæði vegna atvinnuástands og einnig vegna skerðinga á tekjum úr jöfnunarsjóði. Á sama tíma er mikilvægt að halda uppi framkvæmdastigi til að tryggja atvinnu á svæðinu. Það er því vandasamt verk fyrir höndum. Forstöðumenn og sviðsstjórar vinna nú hörðum höndum að því að ljúka við gerð launaáætlana og rýna fjárhagsramma sína. Hluti aðgerða stjórnvalda skila sveitarfélögum einhverjum tekjum, svo sem verkefni Allir vinna, styrkir vegna fráveituframkvæmda, hlutabótaleið, framlenging á tengingu atvinnuleysisbóta, svo dæmi sé tekin. Nú þarf að horfa á áætlanagerð með frjóum augum og lausna með það og reyna að finna tækifæri í ástandinu. Nokkur aðeins að koma inn á stafræna framþróun sveitarfélaga, en Samband íslenskra sveitarfélaga réð til starfa sérfræðing í stafrænni framþróun fyrir rúma ári síðan. Ég satt 2 fyrirlestra hjá henni í mánuðinum ásamt því að fylgjast með ráðstefnu ríkisins sem bara heitir Stafrænt Ísland, en eitt af áhersluverkefnum ríkisstjórnarinnar er að efla stafræna tækni. Nú er til að mynda búið að opna endurbættan vef Ísland.is þar sem frekari stafrænar lausnir munu detta inn á næstunni. Hjá sambandinu er verið að vinna að sameiginlegum málefnum sveitarfélaga í stafrænum lausnum, svo sem einföldun ferla í kringum fjárhagsaðstoð. Verið er að skoða sameiginleg útboð á hugbúnaði og hugbúnaðarþróun svo eitthvað sé nefnt. Þróunin er á fleygiferð og það er virkilega þess virði að fylgja henni og vera undirbúin. Hér í sveitarfélaginu er verið að innleiða stafræna þjónustu í heimaþjónustunni með notkun Memaxi samskiptatækni sem heldur einnig utan skráningu að hluta til. Grunnskóla Hornafjarðar er einnig að bæta í en verið er að spjaldtölvuvæða grunnskólan og notkun spjaldtölva er sífellt að aukast í leikskólanum. Það er að mörgu að huga í stafrænni framþróun og er stefnt að því að setja á laggirnar sérstakt stafrænt teymi starfsmanna hjá sveitarfélaginu. Aðeins af jafnlaunavottun, það mun nú koma dagskrá bæjarráðs í næstu viku. Nú styttist í að sveitarfélagið ljúki innleiðingu jafnlaunakerfis og öðlist jafnlaunavottun, en í lok síðustu viku satt ég fyrir svörum hjá vottunaraðila, en úttekt fór fram frá miðvikudegi til föstudags í síðustu viku. Kerfið fekk góða úttekt og munum við hljóta jafnlaunavottun vonandi í næstu viku. Þetta hefur verið lærdómsríkt ferli en Mannaus og geðastjóri sveitarfélagsins hélt alfarið utan vinnuna og uppsetning á jafnlaunakerfinu.
og við launagreiningu kom í ljós að launamunur er undir 1% sem verður að teljast frábær árangur. Þegar jafnlaunavottun liggur fyrir mun verða fjallað ítarlegar málið. Húseigendur í Nýheimum hittast reglulega til að fara yfir sameiginleg málefni Nýheima. Þar eru ýmis mál til umræðu, svo sem húsreglur, þrif, nettengingar, viðhald, brunaáætlun og margt fleira. Fulltrúar húseigenda eru skólastjóri í FAS, bæjarstjóri, forstöðumaður Rannsóknaseturs Háskóla Íslands og forstöðumaður Nýheima þekkingarseturs. Jafnframt eru 2 sinnum á ári haldnir húsfundir þar sem allir í húsinu eru velkomnir. En það er nauðsynlegt að funda reglulega málefni hússins og bæta það sem betur má fara. Og aðeins af atvinnuátaksverkefnunum sem við höfum verið að fjalla hér áður, en fyrir mánuði síðan fjallaði ég það í skýrslu minni að þau verkefni sem falli undir atvinnuskapandi átaksverkefni sem ríkisstjórnin styrkti með 80 milljóna króna framlagi nú fyrir stuttu. Vinna er hafin á útfærslu verkefnina og verið er að ganga frá ráðningu starfsmanns sem mun vinna með íbúum af erlendum uppruna í 50% starfi og mun viðkomandi hefja störf vonandi bara í næstu viku. Unnið er að samningum skrifstofuhúsnæði þar sem við munum bjóða skrifstofuhúsnæði fyrir einstaklinga sem kjósa að flytja starfsstöð sína frá öðrum landshlutum, þessi svokölluðu störf án staðsetningar ásamt aðstöðu fyrir frumkvöðla. Auglýsing var birt í Eystravatni í vikunni þar sem könnuð er þörf fyrir slíkra aðstöðu hér í heimabyggð. Jafnframt er stefnt að frekari auglýsingum fjarri heimabyggð þegar verkefni verður fullmótað. Takk fyrir. Þakka þér fyrir þetta, Matthildur. Og er gert hlé á fundunum meðan farið verður fundagerðir.